Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnið mig á Instagram og Facebook líka sem Gunnhann. Ég ætla að byrja á því að tala um prjón og hvað ég er með á prjónunum. Í sumar að þá gerði ég þessa hérna og mér fannst lagið á henni vera svo gott og þægilegt. Þannig að ég ákvað að gera aðra peysu svipaða og er búin að vera hérna að prjóna. Skulum sjá, ég ætla að finna hérna sem ég sem gætla lykkjurnar hérna, svona. Hún er komin þetta langt. Ég er komin hérna með ermarnar, bólinn, búin að setja þetta saman og er svona að hugsa hvernig ég ætla að hafa þetta hérna í beristykkinu. Ég var eiginlega fyrst að spá í þessu því hún byrjar hérna í svona aðeins, byrjar svona aðeins í hérna aðeins dekkra og svo fer hún að lýsast hérna upp. En mér fannst hún vera orðin of grá til þess að halda því áfram. Hérna. Svo var ég líka að spá í hvort ég ætti að hafa þetta munstur sem er í þessari peysu, hvort ég ætti að setja það þarna. Þannig ég hef svona verið að velta þessu fyrir mér. Og ég er komin að niðurstöðu. Ég keypti mér bók um daginn, prjónabók eftir Lerke Bagger. Hérna. Og þið kannski kannist sum við þetta. Það var sýndur þáttur með henni, hana á RÚV núna um daginn. Ég var búin að sjá þessa þætti fyrir svo alltaf síðan. Ég er búin að vera að fylgja henni Lerke á Instagram núna í nokkur ár og hef verið voða hrifin af því sem hún hefur verið að gera og ákvað að kaupa þessa bók þegar hún var, ég var búin að fylgjast með því þegar hún var að hanna og vinna verkefnin í bókina og var svolítið spennt að sjá svona hvernig bókin kæmi út og þegar ég svona fletti bókinni að þá er ansi mikil texti líka sem að maður getur lesið sér. Hún er að kenna líka alls konar aðferðir og hvernig hún hugsar þetta og svoleiðis. Ég er ekki byrjuð að lesa, ég er bara búin að fletta í gegnum bókina en ég sé það að þetta er ekki síður lestrarbók eins og uppskriftabók. En ég fann þarna þessa hugmynd. Það sem hún setur alls konar liti með og ég heyrði þetta get ég gert í berustykkið. Poppað þennan gráa ljósa lit upp með að setja svona alls konar liti með. Og ég held að það komi svolítið vel út. Og þá get ég líka notað afgangana mína að setja svona nokkra liti í. Og ég ætla að setja laskermar á peysuna og prjóna svona lítinn kaðal inn í laskanum. Ég var búin að sjá það einhvers staðar. Að gera svolítið aðeins meira úr því. Að það sé ekki bara úrtökurnar heldur að fá svolítið svona munstur þar í. Þannig að það er næsta mál á dagskrá, þannig ég ætla að fara að vinna svolítið í þessu. Núna og reyna að fara að klára hana. Svo bíða mín allavega 2 peysur sem ég þarf að klára. Ég var að fá inn lúguna seinustu sendinguna í Sokkaklúbb Sveinubjarkar og það er þessi hérna. Og þetta er litað eftir myndin af Mónu Lísu. Og ég ætla að setja inn myndina hérna, þannig að þá sjáu þið hvaða liti hún hefur tekið með inn í garnið. Ég geymi þetta þangað til ég er komin aftur í sokkastöð, eða sokkaprjónastöð. Ég er hætti núna í bili að prjóna sokka, en þetta verður sett í eitthvað fínt verkefni. Ég ákvað að taka 2 kúrsa í háskólanum núna fyrir jól á menntavísindarsviði. Þetta eru 2 kúrsar í textíldeildinni og annar þeirra er sjálfbærni og það er nú eitthvað sem ég hugsa mikið
og fannst vera spennandi að taka þátt í, eða sem sagt, og fá mig til þess að hugsa aðeins meira þetta. Það eru svona ýmis verkefni sem voru sett þar fyrir og eitt af því var að laga göt á flíkum. Ég var svo heppin að ég fann 2 flíkur hjá mér sem voru með götum, þannig ég þurfti ekki að gera prufur af svona mismunandi aðferðum og það sýnir ykkur hérna. Hérna er ég með stuttermaból sem ég hef mikið búin að nota og mér var bent á að það væri nú komið gat hérna á aðra ermina, þannig að ég skellti hérna svona vefnaðar fyrir gatið og ákvað að vera ekkert að fela þetta, heldur gera bara svolítið úr því að það væri búið að gera við flíkina og fór svo að spá í, já, það mætti nú kannski flikka aðeins meira upp á þennan ból, þannig ég prófaði aðeins að sauma út í hérna hálsmálið og svo held ég ætla að leika mér aðeins meira með þetta. Sjáum til. Síðan fann ég hérna gat í kímonóunum mínum. Þessi er búin að vera notaður mjög mikið og nú þarf ég að finna viðgerðina. Við skulum sjá, þetta var á bakstykkinu og það var svona fyrir að trosna og komið svona gat og ég gerði svona. Þannig að ég saumaði og óf svona fyrir gatið og ég ákvað að vera ekki að gera það einhverjum skærum lit, heldur í bara svona dökkum eins og hérna munstrið er hérna í efninu og þá fellur þetta svona inn í, þannig að þá, eins og þið sjáið, hér fyrir neðan er svona klessa og þá fellur þessi klessa líka bara inn í munstrið. Þegar ég hef verið að kenna krosssaumnir í skóla hjá mér, að þá hefur krökkunum fundist það mjög skemmtilegt og gert alls konar myndir og teikningar og saumað eftir því eða fundið eitthvað úr bókum. En það er ekki alltaf sem þau vilja svo eiga hlutin. Þeim finnst kannski nóg að hafa gert þetta en vilja ekki eiga stykkið. Og það eru nokkra myndir, bæði hálfsaumaðar og kláraðar sem hafa dagað uppi hjá mér. Og mér finnst nú leiðilegt að mikil vinna sem hefur verið í þessu að það sé ekki gert svo meira úr því. Þannig að ég fann til nokkur verkefni sem að ég var með mér í skóla og fór að leika mér með því að fylla uppi. Það er svo þessi hérna. Þau sauma þetta með perlugarni, myndina, en ég ákvað að fylla uppi með ullarútsumsgarni. Ég er líka að reyna að nota ullarútsumsgarni mitt, reyna að klára það. Og hér er ég að gera svona munstur. Hérna er svona hálft fiðrildi. Ég á eftir að finna eitthvað út hvernig ég geri það. Hérna er eitt páfagaukur. Ég var að hugsa sko að ég ætlaði kannski líka að prófa að vera ekki alltaf að fylla upp í með krossum. Ég held ég fara að prófa fleiri saumgerðir í þetta. Þá kemur þetta svona öðruvísi út. Ég held að gæti verið svolítið flott að setja, já, einhver stór spor eða jafnvel fleiri en eina sporgerð í myndina. Við sjáum til. En ég er alltaf búin að finna þetta til og er svona að vinna að þessu svona hægt og örugglega. Síðan, man ekki hvað ég var búin að segja ykkur það. Ég á alveg góðan kassa fullan af gömlum útsaum, bæði það sem mér hefur verið gefið og það sem ég hef keypt líka. Ég hef svona samkað að mér gömlum útsaum og er svona að nýta hann í hinn og þessi verkefnin. Ég kíkti aðeins í kassan um daginn og tók þessa hérna mynd fram. Er svona að spá í hvað ég ætlaði að gera við hana. Og svo fann ég hérna eina sem er mjög litrík. Og
Og ef að þú sem að gafst mér þessa mynd ert að horfa, að þá ætla ég að finna eitthvað rosalega fínt verkefni fyrir þetta. Mér finnst hún æðisleg þessi hérna. Svo allt öðru svo heldur en maður er vanur að sjá. Skemmtilegi litir, þannig að þetta býður upp á mikla möguleika. Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera úr þessu, en það verður eitthvað. Í síðasta þætti þá tók ég viðtal við Berglindi Ósk og við fórum svona yfir hvernig nám hennar sem leiddi til útskriftar í fatahönnun núna síðastliðið vor, hvernig það hefur verið, hvað hún hefur gert og svona, og hver framtíðarplönin eru. Nú kom það í ljós núna í vikunni að þær fengu styrk frá Hönnunarmiðstöð, sem sagt Berglind og Sólveig Dóra ætla að vinna saman áfram í þessu verkefni sem að þær nefna þráðhyggja, og þær fengu styrk frá Hönnunarmiðstöð sem er alveg ótrúlega skemmtilegt og gott fyrir þær að fá. Þá var þetta líka svona viðurkenning á því að þær séu á réttri leið, þetta sé eitthvað sem að er þarft verkefni. Ég er bara mjög spennt að sjá hvað kemur svo út úr þessu. Nú er Berglind að flytja dótið sitt á sína vinnustofu. Hún sem sagt er komið vinnustofu út í bæ og ég sé fram á að geta þá svona hreiðrað mig hér eins og ég vil bara hafa þetta. Við þurfum ekki að deila þessari vinnustofu saman eins og við erum búin að gera núna undanfarið. Og ég er að vonast til að ég geti gengið hérna frá og sett þetta eins og ég vil hafa það núna bara á næstu dögum, og var þá að spá í jafnvel að sýna ykkur, að taka svona sightseeing hérna og sýna ykkur hvernig vinnustofa mín lítur út og hvað ég svona á og hvað ég er að gera og eitthvað svoleiðis. En ég ætla ekki að gera það fyrir en ég er búin að koma mér fyrir eins og ég vil hafa þetta. Eins og þið sjáu þá eru hérna kassar út um allt og svona fyrst. Þannig að ég þarf svona að finna út úr þessu. Ég hef ekki meira frá að segja núna í dag, þannig að ég ætla bara að ljúka þessu hér með og segja bara takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir hálfa mánuð.